dempa okkur í textan. Kannski áður en við förum í textan. Þá veit ég ekki með ykkur, en allavega hef ég lengi pælt í hvað myndi gerast ef Jesús Kristur myndi koma í dag. Hvar myndi ég flokkast? Myndi ég vera einn af fariseuunum eða sadúkeunum? Myndi ég vera með rómverunum í liði? Myndi ég koma til trúa strax? Væri ég einn af þeim sem hann segir fylgdu mér og ég stend strax upp og fylgja honum? Eða myndi ég vera kannski eins og Páll sem var í tímabili að eyðileggja kirkjuna og reyna að vinna á móti Kristi, og allt í einu tekur Kristur bara hjarta mitt, stoppar mig þar sem ég er og ég gerist hans. Ég pæli oft í því hver mín saga væri ef Jesús Kristur stæði fyrir frammi í dag. Og við erum ekki með einhvern flokk sem kallast farisear í dag, en myndi fólk bregðast við eins og fariseanir? Myndi við bregðast við eins og fariseanir? Myndi fólk ásaka son Guðs að vera æðsti djöfull? Myndi fólk mætti Guðs og kraftaverkum með einhverjum svona yfirborði af hlutleysi, að þykjast svona, þetta hefur engin áhrif á mig. Það einhver leið til að útskýra þetta og ég ætla ekki að fara út í það. En væri sömu týpur af fólki, þrátt fyrir við köllum okkur, enginn kalla sig farisei í dag, þessi hópur útdauður, kannski eyðilagði Jesús og fylgjendur hans svolítið nafnið farisear, og kannski fáir sem vilja nota það eftir það. En væru við fagnandi komu hans? Væru við fagnandi því að Jesús komin? Eða væru við á móti honum? Værum við að óttast stöðu okkar eins og farisearnir gerðu? Óttast þægindin, óttast að breyta kerfinu, breyta hefðunum? Eða myndum við hlaupa fagnandi til hans? Og við sjáum hér í textunum sem við erum að fara í dag, að þegar við gátu ekki lengur afneitað krafti Jesú Krist, þá kom önnur taktík upp. Þeir byrjuðu að efast uppruna kraft Guðs. Við sjáum, hann búinn að lækna fólk sem sér ekki, það sér, og það sem gæti ekki labba, það labbar, við getum ekki afneitað því lengur. En hvaðan kemur þessi kraftur? Og það taktikinn sem að farisearnir fara í rauninni svolítið kaldhæðnislegt. Þeir ætla að reyna að nota guðfræði til þess að flækja Guð í einhverju svona guðfræðilegum spurningum og snöru. Magnað, hversu heimskur þarf þetta að vera til þess að reyna að flækja Guð í þinni guðfræði. Og með magnað í dag, þegar textin að díla við rosalega mikið, hver er Jesús Kristur? Hvaðan kemur kraftur hans frá? Hvern er hann að vinna fyrir? Hvaða ríki er hann að þjóna? Og með magnað út af því að það var verið að gera skoðanakönnun á Íslandi trú Íslendinga. Það margt skrítið þessu skoðanakönnun, en ég efaðist ekki að það væri mjög dimmt ástand, að fáir myndi trúa. En eitt af það merkilegasta sem ég fannst, að fyrsta spurningin var, ertu trúaður? Og það voru 46% sem sögðu játandi. Ég er trúið manneskja. Og svo kom önnur spurning, ertu kristinn? Og þá voru 68% sem sögðust vera kristinn. Og þetta færir mann þess að klóra sér í haustum, hvað heldur þú að kristin trú er? Er það ekki að vera trúaður? Og þetta var mjög svona skrítið að pæla í hvernig þessi svör koma upp. Hvernig geta 46% vera trúaður en 68% vera kristnir? Ég held að það sé út af því að hver Jesús Kristur er rosalega í þoku. Það er rosalega skítut. Veit enginn raunverulega hver Jesús er. Það eru margar hugmyndir Jesú Krist. En textin sem við erum að díla við í dag er Jesús Kristur að segja, hann er að skilgreina hver hann er, og hann gefur ekki mikil valmöguleika fyrir fólk. Hann er ekki að segja að það eru hvað ykkur finnst skiptir mig rosalega miklu máli, heldur hann að segja, ég er þetta, taktu því eða ekki. Og mér langar að við lesum bara textan, ef að standa upp og lesa textan í dag. Þá var færður til hans maður haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann, svo hinn dumbi gat talað og séð. Allt fólkið var furðu lostið og sagði, hann er þó ekki sonur Davís. Þegar farisear heyrðu það, sögðu þeir, þessi rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Beelzebúls, höfðingja illra anda.
En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá: hvert það ríki sem sjálfum sér sundurþykkt leggst í auðn, og hver sú borg eða heimili sem sjálfum sér sundurþykkt fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, hann sjálfur sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég reki illa anda út með fullengi Beelzebuls, með hverju reka þá ykkar menn þá út? Því skulu þeir vera dómarar ykkar. En ef ég rek illu anda út með Guðsanda, þá Guðs ríki þegar yfir ykkur komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í hús hins sterka og rænt föngum hans, nema hann bindi áður hins sterka, þá gæti hann rænt hús hans. Hver sem ekki með mér á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segi ég ykkur, hver synd og guðlaust verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki þessum heim né hinum komanda. Annarkvort tréð gott og ávöxturinn góður, eða tréð vont og ávöxturinn vondur. Því að ávöxtunum þekkist tréð. Þér nöðru kyn. Hvernig getið þið sem eruð vondir tala gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr sjóði og úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. En ég segi ykkur, hvert ónytju orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi. Því af orðum þínum muntu sýknaður, og af orðum þínum mynd þú sakfelldur verða. Amen, Guðs orð. Þannig að spurningin sem við erum að díla við í dag raunverulega þessi spurning: hver Jesús Kristur? Við sjáum þannig að í textunum sem við erum að lesa í dag, þá segir einn hópur, spyr, getur það verið þetta sé sonur Davíðs? Og til þess að útskýra þessa orð, getur það verið þetta sé sonur Davíðs, að þá verið að vitna í Gamla testamentið. Gamla testamentið talaði að sonur Davíðs eða afkomandi Davíðs myndi koma og hann myndi vera Messías, eins og kallaðist á hebrasku, eða Kristur eins og kallaðist á grísku. Þannig að Jesús Kristur ekki eftirnafnið, Kristur titillinn. Hver hann? Hann Kristur. Og þessi titill, Messías eða Kristur, það þýðir hinn heilagi, hinn smurði. Og þannig að Gamla testamenti var búið að tala þennan mann, þennan eina heilaga mann, þennan smurða sem myndi koma og hann myndi leggja líf sitt niður fyrir okkar sakir. Að til dæmis hvernig fórnarkerfið var með að það ætti að vera fullkomið lamb sem að fórnað fyrir hönd Ísraels, að hann myndi vera myndin, fullkomnin á því hver myndin var. Að hann væri það lamb sem myndi bera burt syndir heimsins, eins og Jóhannes talar Og þannig að þegar hópurinn spyr, getur verið að þetta sé sonur Davíðs, þá þeir að spyrja, getur verið að þetta sé Guðs smurði? Getur þetta verið að Guð sé mættur á svæðið til þess að frelsa okkur frá syndum okkar? Og annar hópurinn segir, nei, þetta Satan. Þetta Satan kominn og hann að gera þetta allt með Satans nafni og Satans krafti. Og mér finnst þetta svolítið fyndið út að þetta mjög dramatísk klofning hérna. Og annarri hendinni þá hefur fólk sem segir, getur verið þetta sé Guðs smurði, Guðs sjálfur? Og hinni hendinni hefur við, nei, þetta Satan, djöfullinn, að berjast á móti Guði. Og mér finnst hann Guð sjálfur, eins og hann segist vera, og það sem þá valmöguleika, og þú veist, kannski, fólk hlægir kannski að þessu hvað þetta dramatíst. Af hverju var engin millivegur til þess að fara hana? Gáttu ekki sagt að hann bara góður kennari? Getum við ekki bara hlustað á það sem hann hefur að segja? En raunveruleikinni sá að í dag, eins og við sáum í skoðanakönnunni, mjög veitingin hvað þýðir raunverulega að vera kristinn. Hver Jesús Kristur? Hvað þýðir hann fyrir okkur í dag? Og við sjáum að í rauninni þeir einu flokkar sem við höfum fyrir Jesú Krist eru 3, eins og C.S. Lewis leggur út. Annarkvort hann Guð, hann drottinn, mættur á svæðið til þess að frelsa okkur, hann sá sem hann sagðist vera, eða hann lygari, sem sagðist vera Guð, sem sagðist vera hinn smurði, án þess að raunverulega vera það, eða þá að hann geðveikur.
Og hann hélt að hann væri Guð, hann hélt að hann væri Guðsmurði án þess að raunverulega vera það. Þetta eru þau 3 valmöguleikar sem við getum sett Jesú Kristi. Og því miður eru margir sem afneita þessum 3 valmöguleikum og vilja finna aðra valmöguleika. Eins og, ég fíla Jesú Krist eins og Gandhi. Ég fíla Jesú Krist, ég bara þoli ekki þá sem fylgjónum. Ég efast ef að Gandhi sem var svolítið mikið universalist las mikið það sem Jesús Kristus sagði eða gerði. En við erum að spyrja okkur, hvað köllum við Krist? Valmöguleikurinn sem við höfum, það er ekki, við getum ekki sagt hann er bara góður kennari. Hann er eitthvað meira. Við höfum þessa 3 valmöguleika. Og það magnaði eftir 2000 ára umræðu líklegast meira óskýrara í dag heldur en var þá. Að núna í dag þá er jafnvel þeir sem að kalla sig við hluta kirkjunni að reyna að endurskilgreina hver Jesús Kristur var. En í dag þá er hann að segja, þá er Jesús Kristur að standa upp fyrir sjálfum sér og segja, ég er þetta. Og við höfum þessa 3 flokka, lygari, geðveikur eða Guð sjálfur. Og við verðum ákveða hvar stöndum við gagnvart með Jesú Kristi. Er hann Guð sjálfur, er hann lygari eða er hann geðveikur? Og 2000 árum seinna þá er ennþá fólk að reyna að endurskilgreina Jesú Krist. Við sjáum að nánast öll trúarbrögð vilja hafa eitthvað með Jesú Krist gera. Þú sér hann í hindúisma, þú sér hann í islam, þú sér hann í búddisma, þú sér hann í nýaldar hugmyndafræði, þú sér hann í mormonar, þú sér votta Jehóva og trúleysingar. Allir þessi mismunandi hópir vilja hafa eitthvað með Jesú Krist að gera, þeir bara endurskilgreina rosalega hver hann var. Vilja ekkert endilega heyra hvað hann hafði að segja eða hvað hann sagði sjálfan sig. Þeir vilja gera endurskilgreina hver Jesús Kristur var. En farísearnir, þeir gátu augljóslega ekki afneita kraftinum lengur. Þeir gátu ekki hort fram hjá öllum þeim kraftaverkum sem hann var farin að gefa, þannig að þeir ráðast á hvaðan kemur þessi kraftur, hvaðan kemur þessi viska. Og þeir koma hana í valmöguleikum, mjög dramatísku klofningur, en takið eftir því að það er enginn sem stendur upp í hópnum og segir, hei, get ekki allir verið vinir? Get ekki bara ykkar skilgreining virkar fyrir ykkur og mín skilgreining virkar fyrir þig og hvað sem ykkur finnst Jesú, það virkar vel fyrir okkur alla. Getum við ekki allir hugsa bara þannig? En við sjáum að Jesús Kristur gefur ekki einu sinni færi á því. Hann segir, með mig, þú verður að ákveða hvaða hóp fell ég í. Og Jesús gaf ekki val á því. Og hann vitnar í þennan sannleik. Þú veist, hann vitnar ekki í einhverju sérstakar reikningu, hann vitnar í almenna skynsemi. Það sem mér finnst magnað er að þetta sýnir okkur að sannleikur, hvar sem við finnum sannleik, ef hann er sannleikur þá er það Guðs sannleikur. Og hann vitnar bara, notaðu hausinn á okkur farisear. Notaðu heilinn sem Guð gaf ykkur, notaðu hans aðeins til að hugsa dæmið. Er ég Satan sjálfur að eyðileggja ríki Satans? Meikar það sens í ykkar hugsun? Eða segir almenn skynsemi ykkur ekki að her sem er að berjast á móti sjálfum sér mun ekki vinna neitt stríð? Þannig að hann vitnar í almenna skynsemi sem Guð er búin að gefa öllum mönnum. Og svo sjáum við að þessi almenn skynsemi er að þessi. Getur her sem er að berjast á móti sjálfum sér unnið eitthvað stríð? Ef við erum of upptekin við að drepa hvort annað, getum við fara að drepa óvinni. Hvernig getur verið að ég sé Satan að berjast á móti Satans valdi? Og hann bendur hann okkur á að hennar sannleika að hvað sem einstaklingurum vinnur fyrir, þú sérð hvaða liði hann er í með því að sjá hvaða ríki hann byggir upp. Þú veist, þú sérð að verk hvers ríki fyrir sig mun upphefja sitt eigið ríki. Verk Guðs mun upphefja ríki Guðs. Verk manna mun upphefja ríki manna. Verk Satans mun upphefja ríki Satans. Og þannig er gott viðmið fyrir okkur. Hvernig vitum við að eitthvað verk sé verk Guðs? Verk Guðs byggir upp ríki Guðs. Það lofar Guð. Og hvernig í kirkjunni um allan heim lofum við Guð í dag?
með því að fagna því hvernig Jesús Kristur kom til okkar, hvernig hann gaf okkur líf þegar við gátum ekkert gert sjálf. Með öðrum orðum, við sjáum að eitthvað sé verk Guðs þegar það upphefur fagnaðarendi. Þegar bendir til okkar þörf og frelsara og segir að Jesús Kristur er drottinn. Jesús Kristur er sá sem á skilja þetta lofgjör og alltaf dýrt. Meðast magnað í Postulasögunni, sem er bók í Nýja testamentinu, þannig er Jesús stiginn upp til himna og það eru lærisveinarnir eftir og við erum eiginlega svona byrjunin á sögunni er þessi. Heilárandi mætir, allt í einu Pétur sem var þessi skræfa áður fyrir og afneitaði Jesú. Allt í einu er hann komið með kraft og basically stendur fyrir framan að minnstakosti 3000 manns og segir þið myrtuð Jesú, þið myrtuð Guð sjálfan. Og svo sjáum við í 3. kafla, Apóstolasögan í 3:12, þá er þetta scenaríó þar sem að Pétur og Jóhannes er að labba og þeir eru við hlið sem kallast Fögrudyr. Og einstaklingur segir, sem er bettlari, hann er búinn að vera lamaður frá allt sitt líf. Allir vita hvað hann er út að hann er alltaf við Fögrudyr að bettla og hann segir, gefið mér pening, getið þið gefið mér pening. Og það sem að Pétur og Jóhannes svara er, við erum ekki með peninga en það sem við höfum skulum við gefa þér. Í Jesú nafni stattu upp og gakk. Og allt í einu er þessi einstaklingur sem er búinn að vera lamaður frá því hann fæddist, standandi, lofandi Guð fyrir það að hann mætir honum. Og það sem er magnað við þetta er að þegar þú lest þessu sögu, eftir að kraftaverki gerist, þá fer Pétur bara í einhver svona ræðu um hver Jesús Kristur er. Og þú sér upphafið á ræðunni hvernig ræða þetta er. Í upphafinu á ræðunni þá er þetta. Apóstolsagan 3:12. Ísraelsmenn, hví furðar ykkur á þessu og hví starið þér á ykkur? Eins og við höfðum að eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur. Þetta er upphafið á ræðinu og við sjáum svolítið hvert ræðan stefnir eftir þetta. Hann nefnir Jesús aftur og aftur, Guð aftur og aftur, tekur athyglina af sér og segir horfið til Jesú. Og hann er ekki að segja, sjáu hversu magnað þetta kraftaverki er, hann er að segja, iðristi, játið hann sem drottinn. Hlustið á fagnaðarerindið, Guð kom til ykkar þegar þið gátuð ekki nálgast hann. Og við sjáum að öll ræðanan byrjar að snúast um fagnaðarerindið og þetta er þemað í gegnum Pósturasöguna. Þegar Guð gerir kraftaverk, þá benda þær á Krist. Þegar Guð vinnur, þegar Guð verkar, þá byggir hann upp sitt ríki. Hann bendir á fagnaðarerindið. Og því miður eru geðveikt margar út af því við sjáum til dæmis í dag, það eru margar kraftaverkasamkomur. Og því miður sjáum við oft í dag það sem að kraftaverkasamkomur eiga sér stað og þeir biðja fyrir fólki og okkur svona. Og ræðan snýst oftast hversu mikilvægt það er að gefa peninga. Eða oft stundum það sem að svona kraftaverk sem að ég bara kemur engan veginn fagnaðarerindunum við og ofta á ekki erum við að skilja ræðuna. En við sjáum í Pósturasögunni hvert einasta skipti þegar Guð mætir einhverjum, þá byggir hann upp ríki Guðs með því að benda fagnaðarerindi. Svo snýr Jesús ásökunin að þeim. Hvað með ykkar menn? Hvernig gerir þeir kraftaverkin? Og hann er að segja, að fyrir mér þá býst ég við að hann sé að benda á þá spámenn sem voru í Gamla testamentinu. Hvað með Jesaja? Hvað með Jeremía? Hvað með Nehemía? Hvað með alla þessa gæja? Hvernig gerðu þeir kraftaverkin sín? Hvernig komu þeir með spádómana sína? Og hann beinir ásökunum af þeim. Var það líka Satan að rífa niður sitt eigið ríki? Eða voru þeir raunverulega að gera þetta út af því að þeir voru með Guðs kraft í sér? Hann bendir á hræsnin í farisæunum, þeir eru alltaf tilbúin að benda fingur á hann og það er hann ógnar stöðunni þeirra, hann ógnar þægindum þeirra. En hann segir henni, hvað með þá sem komu undan mér? Hvað með þá sem vitna mína komu? Hvað með Jóhannes? Hvað með Esekiel? Hvað með þau kraftaverk sem þið hafið séð gerast? Getur Guð ekki gert þetta? Ætlið þið að fylgja ykkar kenningum og hugmyndafræði algjörlega út og afneita öllum reikningunum? En það sem Jesús segir í textunum, ef ég geri þetta, ef ég byggi upp ríki Guðs, þá vitið þið
að Guðs ríki mætt á svæði. Þið sjáðu þennan kraft, þið sjáðu Guð starfa og þið vitið Guðs ríki mætt fyrir framan ykkur. Og hann er komin til þess að binda þann sterka sem rænir okkur föngum, sem rænir sálum okkar. Hann er komin til þess að binda verk Satans til þess að frelsa sinn líð og frelsa okkur frá okkar vonleysi. Þetta virkar vel, til dæmis að þú ert með endatímakenningum og ég veit að við erum með þetta í opinni hendi í okkar, við megum vera með mismunandi endatímakenningar, en ef þú horfir á 1000 ára ríki sem ríki kirkjunar, þá virkar þetta mjög vel að hann sé búin að binda þennan sterka mannin og kirkjan er núna ríki Guðs á jörð. En hvernig hann heldur svo áfram í versum 30, þá ræðst hann á þessa ímyndunar hlutleysi. Hann leifir fólki ekki hafa hlutleysi í sinn garð. Hann ákveður að ef þú þykist ekki taka eftir Jesú Kristi, ef þú sérð hvað hann er að gera og tekur ekki afstöðu, þá skiptir það ekki máli. Þú ert ekki hlutlaus. Þú getur þóst fyrir hlutlaus, en hlutlausu þess öskrar og tekur afstöðu. Þetta er eins og ef við erum að labba niður götuna, við erum að labba niður Laugaveginn og allt einu sjáum við hinum með við götuna, er eitthvað sem við viljum ekki sjá, viljum ekki tala við, og allt einu byrja manneskjan að veifa til okkar, að við lendi í þessu. Og svona, ætti ég að heilsa, er ég eini sem hugsar ókristilega henni stundum? Okay. Já, allar heilaðir hér, kannski einhver annar ætti að predika það. Allavega, maður er svona ekki alveg viss, þekki þessa mannesku nógu vel til þess að heilsinni, ég veit ekki. Ímyndið ykkur núna, manneskjan er hinn með göðuna, Catherine er svona, ég ætla bara að horfa í gluggan, já, þetta er flott dress, og svo allt einu byrjar hann að hoppa, Catherine, og hún er svona, já, þetta er rosalega flott búð, ég ætla kannski að fara inn í. Svo er hann komin inn í búðina og allt einu stendur manneskjan í glugganum. Catherine, öskrandi, bara allir að horfa, bara hvað er þessi manneska að gera? Catherine er ennþá bara að skoða eitthvað kjóla í búðinni. Allt einu manneskjan komin inn í búðina, stendur fyrir framan Catherine og er að hrista hana. Catherine! Og Catherine heldur áfram. Já, þetta er rosalega flott verð. Ég veist ekki að vera útsala. Hver væri afstæðan hennar? Gæti Catherine raunverulega sagt og haldið í hlutleysi? Ef einhver myndi sjá þessar aðstæður eða hún þurfti að gera afsökun seinna meir, gæti hún virkilega sagt, já ég tók ekki eftir þessu maður. Hitti ég þig eftir mann? Skrítið maður, ég var örugglega bara svolítið í mínum eigin hugsunum eða eitthvað, ég veit ekki. Þú gætir ekki haldið í hlutleysi. Það sem Jesús Kristur er að segja hér er, ég er veifandi, ég er hoppandi, ég er öskrandi, ég er hristandi ykkur, ég stend fyrir framan ykkur, þið getið ekki sagt, já ég sé þetta ekki, ég man ekkert eftir að hafa séð neitt eitthvað merkilegt. Það sem Jesús Kristur er að segja er að ef þú ætlar að þykjast vera hlutlaus varðandi mig, þá er það afstæða í sjálfu sér. Réttu svo manneskjan sem væri fyrir framan Catherine að hrista Catherine til, hún myndi vita ef að Catherine væri að þykjast ekki sjá hana, hún myndi vita að þetta væri ímyndun. Þetta væri yfirborð hlutleysis. Það er alveg pott þetta hún sá hana. Það sem Jesús er að segja við hér, fólkið sem stendur hana á, fólkið við í dag. En núna 2000 árum seinna erum við enn að tala um sama gæjan sem allir eru búin að tala um í 2000 ár. Þú getur ekki sagt, já ég bara tók ekki eftir þér. Þegar við stöndum fyrir framan Guð, eins og trúleysingarnir segja, og eins og Richard Dawkins var spurður að hvað ætlar að segja ef þú stendur fyrir framan Guð eitt daginn? Þá ætlar Richard Dawkins að segja, já, af hverju varst að fela þig svona mikið? Ég held að það veri engin svona, ef ég á að vera smart aleck, eða svona, það veri engin þessi gæi, Guð, af hverju sýndur þið ekki bara? Það sem Jesús Kristur átti að segja, Jesús Kristur, dagatalið eitt bókstaflega snerist í kringum þennan mann sem fæddist í bóndabæ í Mið-Austurlöndum. Það er engin leið að þú getur haldið í hlutleysi. Það er engin leið að þú getur játa bara, ég tók bara ekki eftir þér. Kirkja mín var að boða fannherrindi. Það er engin leið fyrir okkur að standa fyrir framan Guð og halda í hlutleysi. Engin leið.
Og þessi ímyndun hlutleysis eitthvað sem Jesús ræðst á. Hann leyfir fólki ekki vera hlutlaus í sinn garð. Ef þú ákveður að þykjast ekki taka eftir honum, þá veit hann að það í sjálfum sér ákvörðun. Og hann fer áfram, hann talar um lastmæli heila sanda. Eitthvað sem margir kristnir pælar rosalega mikið í, og ég hef lent í fólki sem mjög hrætt út af þessu, út af hann talar um eina ófyrirgefnilegu synd, lastmælingin heilagan anda, og þeir taka verk Guðs og þannig að sjáum við í samhengi hvað að gerast þarna, hvað hann að kalla lastmælingin heila sanda. Þeir að segja, þið sjáið Guð standa fyrir framan ykkur, verka á meðaleikar, gera ómögulega hluti, og þið takið verk Guðs og segja þetta pottet Satan. Það lastmæli heila sanda. Að gefa Satan hrós fyrir það sem Guð að gera. Ef einhver horfir á umbreytt hjörtu, umbreytt líf okkar og segir, já, þetta Satan. Og þessi afstaða, þetta einhver afstaða sem þú verður að vera með allt eitt líf. Verk heila sanda það er mjög margt sem hann gerir. Hann umbreytir hjörtum okkar, hann gefur okkur kjark. Við lásum Pétur sem að skræfa nokkrum dögum áður. Stendur fyrir framan fólk. Hvað haldið þið að við erum að gera þetta? Eru þið heimskir? Þetta er Jesús. Þannig að heilagur andi gerir mjög margt, og meðal annars sannfærir syndrétt og dóm. Hann svo sem gerur okkur, opnar augu okkar fyrir synd okkar, þörf okkar fyrir Jesú Krist. Hann gerir Guð dýrlegan í okkar lífum með því að umbreyta hjörtum okkar og hug okkar. Og hvernig væri lastmælingin heila sanda í dag að taka kraftaverk Guðs og gefa Satan hrós fyrir það. Eins og umbreytt hjörtu og kalla það verk djöfulsins að þetta sé bara uppspuni. Sem þýðir að þetta lastmæli heila sanda lífsskoðun sem þú deyr með. Ef þú tekur við verki heila sanda, þá ertu í rauninni búin að umbreytast. Við sjáum Pál, hann að drepa kirkjuna. Þannig að þetta ekki talað um tímabundin, út af því hann í rauninni að segja, hann hluti af farisjónum sem trúir raunverulega því að þessi kristnir eru að bara í rauninni verkfæri djöfulsins, og við sjáum að Guð tekur Pál og hann snýr honum, og nú hann póstuli sem skrifar 2/3 af Nýja testamentinu. Þannig að þetta lastmælingin verk heila sanda, það eitthvað sem þú deyr með, eitthvað sem að þú heldur í allt þitt líf og deyrð. Þú segir, þú gafst. Og við sjáum Pétur líka gera þetta, hann afneitar Jesú Kristi. Svo allt í einu. Og við sjáum líka munin á Pétri og Júdasi. Þeir eru að gera það sama. Júdas svíkur hann, Pétur afneitar honum, Pétur sýnir iðrun og Júdas sýnir eftirsjá. Einn tekur við verki heila sanda, annar gerir það ekki. Að eftirsjá allt annað en iðrun. Iðrun að snúa frá. En sjáum að hann á mjög mikla eftirsjá, hann fram til sjálfsmorð og hann leið svo illa. En það mjög mikil munur á Júdasi og Pétri. Þannig að næsti punktur að orð okkar muni draga frá raunverulegum hjarta okkar. Að nú gefa þeir djöflunum heiður fyrir ykkarinu Guði, þar sem að hjarta þeirra afneitar Guði. Að raunveruleiki hjartans umbreytist í orð, rétt eins og Jakobsbréfið segir að ef þú ert raunverulega með trú, þá umbreytist það í hegðun. Þú getur ekki sagt hafa trú og að það breyti lífið þínu á engan hátt. Það skiptir trú þín engu máli. Þannig Jesús að segja hér, ef þú ert raunverulega með trú, þá umbreytist það líka í orð. Það umbreytist í hvernig þú talar. Talar með hroka. Talar með ertu lítill í þér, ertu hræddur? Hvernig talar við fólk? Talar niður til fólks? Svo framvegis. Þannig að trú, raunveruleg trú, það breytist, samkvæmt Jakobsbréfinu, þá breytist raunveruleg trú í verk, og samkvæmt því sem Jesús Kristur að segja okkur núna, þá breytist raunveruleg trú í orð, hvernig við tölum. Hvað tölum við? Og nú spurningin, hvað hjarta okkar? Og ég var að reyna finna samkvæmt Daily Mail, þá það greinilega satt að konur tala meira en kallar. Mjög satt, það mjög mikið til því. Allavega samkvæmt Daily Mail, þá tala menn 7000 orð á dag
og konur 13.000 orð á dag, þannig að næstu í tvöfalt meira, sem að ég held að þetta var bara eitthvað joke sem kallar hent út, en þetta er kannilega svona. Spurningin er þessi fyrir okkur í dag, hvað tölum við? Hvernig tölum við? Getum við talað áhugamál okkar stanslaust en aldrei Guð? Trú okkar á Guð svona bara eitthvað sem kannski 2 tíma á viku hérna á sunnudögum, eða meðan við erum að heimahópi eða eitthvað, en við tölum raunverulega ekkert það eftir það. Og það því að þessi hugmynd í nútíma samfélagi að trú eigi að vera svona einkamál og eitthvað svona, passar ekki við hugmyndafræði kristinna trúar. Jesús segi, farið út, segi öllum, gerið alla þjóðir að lærisveinum. Og kannski er það þetta, kannski er það, þegar ég var að hugsa þetta, þá er það sem stakk mig er ég kannski gæðin sem talar rosalega mikið Guð en aldrei við hann. Ég teki eftir því að því meira sem ég elska Guðfræði, því auðveldara er fyrir mig að lesa bækur, að lesa Biblíuna, því erfiðar að verða fyrir mig að biðja. Ég man einu sinni var ég akkurat öfugt. Ég gæti beðið í 2 tíma og svo átti ég erfitt með að lesa 1 kafla. Þannig að fyrir mér stakkið á mig á þann hátt. Hvað sýnir orð okkar hjart okkar? Talar þú illa aðra og upphefur sjálfan þig þannig? Svona, já, vá, sjá hvað hann er magnaður, en takk ég eftir því að þú ert búin að stapla fullt af líkum undir þig til þess að upphefja sjálfan þig. Tölum við með hroka frekar en auðmýkt? Þetta er kannski eitthvað sem ég þarf að passa mig á. Út af því að það er sagt að bara upplýsingar það vekur upp hroka í okkur. Þannig að hvernig tölum við? Hvað segja orð okkar ástand hjarta okkar? Og hlutleysi er ímyndun. Og mér langar ekki að segja, fyrir okkur sem kristin henni, er Guð, er eitthvað sem hann er að pota í líf okkar og segja, hei, gefðu mér þetta. Af hverju heldur þú ennþá þetta? Af hverju treystur mér ekki, ég veit þú er búin að játa mér sem drottinn, en af hverju þetta þykjast ekki taka eftir því ég poti hjarta eitt varandi þessa nýju synd sem við erum allt í einu að taka eftir. Þessa nýju stöðu, þessa nýju þægindi. Þessi sambandið sem við erum, eitthvað vinasamband, eða ef við erum kristin, er eitthvað sem við erum að þykjast vera hlutleysi yfir. Að Guð er öskrandi, Guð er veifandi, hann er með athygli okkar, en við erum ennþá, eins og Catherine var daginn. Nei, ekki var daginn. En eins og Catherine, bara þykjast ekki taka eftir. Erum við þannig þegar Guð bendir okkur svona, það er erfitt að sleppa þessu. Þannig að hugsa um það, er eitthvað sem Guð er að benda okkur í okkar lífi. Og tilgangur líf okkar er að gera Guð dýrlegan í öllu sem við gerum. Hvort sem við drekkum, eða hvað sem við gerum, hvort sem við borðum að drekkum. Hvernig tölum við? Hvernig eru líf okkar að upphefa Guð, gera hann dýrlegan? Hvernig orð eru við að nota? Hvert er umræðuefni í líf okkar? Hvernig erum við að nota þessi 7 eða 13.000 orð? Hvernig er Guð dýrlegur? Við munum klúðra, við munum synga, og við munum fagna. Ef þú ert raunverulega kristinn, þá munum við fagna yfir því að Guð er náðugur, að Guð heldur áfram að vinna í okkur og vinna í gegnum okkur þrátt fyrir klúður okkar. En það sem sýnir að heilagur andi er að vinna í okkur er að hjarta okkar breytist tíma. Ert þú ennþá sama manneskjan og þú varst í fyrra? Basically, já, fyrir 17 dögum. fyrir 17, það er kannski, ef ég miða mig við í fyrra aðeins meira lengra en í desember, er hjarta mitt búið að breytast eitthvað? Er ég ennþá ekki tilbúin að sleppa almennilega því sem ég veit að Guð er að pota í? Og kannski líka, þetta er eitthvað sem mér finnst kirkjan þurfa að vita líka, lærdómur frá textana sem við erum í dag, að ríki Guðs, að verk Guðs, það byggir upp ríki Guðs. Það er rosalega mikið efni sem við getum komist í á netinu, alls konar predikarar, alls konar kirkjur. Ég segi, við erum varka í því sem við horfum á og gefum tíma, spyrjum okkur, bendir þetta á fagnaðarindið? Bendir þetta á það að án Jesú Krist, án hans kross, þá erum við hopeless. Þá höfum við ekkert. Bendir þetta á að við þurfum á Jesú Kristi að halda, og bendir þetta á að hann tók á reiði Guðs í minn stað? Eða
eins og margir þetta að díla við eitthvað svona smáatrið á trúnni sem skiptir ekki það miklu máli. Allt í lagi að pæla í þessum atriðum, en eru allar ræðunar eitthvað svona málið sem langt frá fagnaðarerindinu. Okkar boðskapur ekki flókin. Ef boðskapurinn þetta að við eigum engan von, við gátum ekki nálgast Guð og Guð kom til okkar. Hann brúaði bilið og það sem við gerum að taka á móti gjöf sem hann gefur okkur. Það boðskapur okkur í hnotskurn. Það fagnaðarerindi. Og þannig að ef það einstaklingur sem kannski, þú horfir á, það kannski mikið hæp og það kannski mikið kraftaverk og það kannski geðveikt tónlist og geðveikt ræða, en svo fattur að tónlistin ekkert raunverulega að syngja verk Jesú Krist eða ræðan ekkert að tala Jesú Krist. Það verður að spyrja okkur, hvaða ríki verið að upphefja, hvaða ríki verið að byggja upp. Og ef þú ert einstaklingur sem ert ekki í trúnni, þá spurningin þessa, hvað gerir þú nú? Hver afstaðan? Út af því að hlutleysi ímyndun. Jesús Kristur hristir, hann hrópar, hann hér með reikningarnir sínar að tala til okkur í dag. Sköpunin sjálf vitnar hversu magnaður Guð eins og við lásum í byrjunum á samkomunni, Sálmi 19. Mér finnst það svo magnað þessi ímyndum að sköpunin segir ekki orð, en segir samt svo mikið hversu magnaður Guð hversu dýrlegur Guð Guð réttlátur dómari, hann mun dæma syndir. Spurningin fyrir okkur í dag, hver mun bera það syndir? Hver mun bera skömm okkar og reiði Guðs fyrir okkar stað? Það ég sjálfur? Það Jesús Kristur í minn stað? Jesús Kristur deyr fyrir syndara, saklaus í stað syndara. Verk á krossinum, það öskrar, það hrópar. Við að þykjast ekki taka eftir því ímyndun. Við höfum enga afsökun. Hver mun aðstoð okkur vera? Hvernig flokkum við Jesú Krist? Ef þú ert trúlaus, ef þú ert fyrir utan trúna, þú veist ekki nákvæmlega hvað það stendur, hvernig flokkar Jesú Krist? Við höfum þess að 3 flokka. Hann annarkvort Guð, lygari eða geðveikur. Við getum ekki sagt hann góður kennari og komist upp með það. Þetta því að góður kennari myndi ekki segjast vera Guð og vera að ljúga það. Og ef hann var að ljúga að vera Guð, þá ættum við ekki að taka mark á kennslun hans. Og ef hann var raunverulega hélt að hann væri Guð og var bara geðveikur, þá var hann heldur ekki góður kennari. Við höfum þessa 3 flokka. Guð, lygari eða geðveikur. Hlutleysi ekki valmöguleiki, góður kennari dugar ekki. Hann kallar á afstöðu. Og ef við ætlum að halda áfram að þykjast vera hlutlaus, að þá það afstæðið sjálfu sér. Og meðlimir í þessar kirkju, þá stendur í sáttmálunum okkar, meðlimasáttmálunum að við höfum búin að opna líf okkar fyrir hvort öðru. Í þessu þá talar það líka. Getum við bent á kannski hlutleysi? Sér þú hlutleysi í mér sem að ég sé ekki? Sé ég hlutleysi í einhverjum öðrum sem að þau sjá ekki? Getum við í ást hjálpað að byggja hvort annað upp? Og líka staðið með hvort öðru? Getum við játað synd minn og sagt, þetta atriði, þetta Guð búinn að pota í senastu vikuna, mánuðinn og ég hef ekki sleppt í. Getur þú hjálpað mér að ganga gennum þetta, getur þú gefið mér visku, en að meðlimir þá talar þetta þannig. Foreldrar, leyfið krökkunum ykkar að sjá hvernig þau horfið á Jesú Krist. Fá þau að sjá okkur vaksa í trúnni, lesandi, biðjandi. Og ég veit að pabbi var mjög fróður Biblíuna. Ég man ég ólst upp og ég sá hann aldrei lesa Biblíuna. Einhvers staðar var hann bak við lokaðar hurðir eða eitthvað. Ég veit að hann las Biblíuna. En það sem ég sakna og mér langar rosalega að breyta í okkar að börnin okkar fá að vakna og sjá mömmu og pappa. Það augljóst hvaðan kraftur okkar kemur. Það augljóst hvaðan hún okkar kemur. Það er spurningin fyrir okkur í dag sem foreldrar geta börnin okkar séð hvaða stöðu Jesú Kristur Það sé ekki óljóst hvar við stöndum gagnvart Jesús Kristur. Hann Guð, hann von, hann hjálpræði, hann allt. Fyrir hjónabönd okkar sett í stað þar sem við endurspeglum fagnaðarerindið. Við endurspeglum hvernig hann elskaði okkur. Og megi þetta líka vera að keyra okkur áfram.
ef það er erfitt stundum að elska hvort annað, ég veit að það er erfitt stundum að elska hvort annað, að við erum ennþá að díla við okkar syndu eðli sem leitar í sjálfselsku og svo framvegis, horfum á Jesú Krist, sjáum hann, dýrlega hann hátt upp hafinn, hann er Guð og hann kom sem þjónn. Getum við tekið það á okkur? Við komumst ekki nálægt því að vera Guð, getum við þjónað eins og Guð gerði við okkur? En fyrst og fremst kristnir, þegar fólk hittir okkur, sér það á afstöðu okkar, sér það hvernig líf okkar talar hver Jesús Kristur er fyrir okkur. Heyrir það hvernig orð okkar snúast hann, hvernig líf okkar snúast hann. Og megi ást hans, megi fagnarindi keyra okkur áfram í að gera þetta allt. Eins og bænin sem hann kenndi okkur, fyrirgefa oss voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Jesús fyrirgefa okkur, hreinsa okkur í þínu blóði, en megi það raunveruleikin að við erum fyrirgefin fram fyrir Guði, megi það keyra okkur yfir í að fyrirgefa öðrum. Og eins og Jesús segir, ef ég er að byggja upp ríki Guðs, þá er Guðs ríki mætt á meðal ykkar. Að kirkja Guðs á jörð, rétt eins og ég veit að Dan vinnur fyrir sendir á Bretlands, og þegar hann talar, sendir á Bretlands að tala fyrir hönd Bretlands, það sýnir hvernig þeirra kultúr er, það sýnir hvað þau halda í á sérstökum fundum, þá er að tala fyrir hönd annarra þjóðar, og þannig að kirkja Guðs á að vera þannig á jörðinni. Við erum sendir á Krists. Við eigum að vera lifandi fyrir öðruvísi hluti, við eigum að vera lifandi fyrir annan konungsríki. Rétt er svo að ef þú ferð, þú getur leitað hælis á þessum stöðum og þá gilda önnur lög. Megi kirkjan vera þessi, að lögin sem gilda er Kristur og hans ást. Megi okkar siðferði breytast, megi okkar hugsanir breytast, orð okkar breytast. Og núna hvað segir ritningarnar til okkar í dag? Erum við sýknuð eða sakfelld? Því á orðum okkar munum við þekkjast. Hvað er hjarta okkar? Hvaða brunnir eru að draga upp úr? Ég veit ekki þóst í einhver tíma talaði einhverjum óraunveruleika sem er ekki raunveruleikin í hjarta okkar. En einhver tíman munum við sýna fram á að við draugum ekki frá hreinum brunni. Þannig megum við sem kristinn sitja þessu og hugsa, Guð, hvað er það sem ég held ennþá í? Hvar er ég að ímynda mér hlutleysi þegar ég veit að þú ert búin að pota í mitt líf? Og ef þú veist ekki hvar þú stendur í trúnni, þá myndi ég hugsa, hvar stendur mig Guði? Hvar stendur mig Jesú Krist? Er hann Guð fyrir þér? Er hann leigari? Eða er hann geðugur? Það kemur ekkert annað til greina. Og ef það er eitthvað sem ég er búin að læra, enda fann ég að, eins og bara í þessari viku, það var félagi minn sem mamma stó bara upp á þurru. Ég vil ekki nota ótta til þess að ýta fagnaðarhendinu, en raunveruleikin er bara sá, við vitum ekki hvernig þetta líf endar. Við skulum ekki halda í ímyndum hlutleysis, leifum fólki að sjá, leifum Guði að sjá, það er augljóst hver er inn í hjörtum okkar. Það er augljóst hvaða ríki við erum að byggja upp. Út af því að fagnaðarhendin eru upphafin, Jesús Kristur eru upphafin, Guð Faðirinn eru upphafin, heilagur andi, verk hans eru upphafin, út af því það sést augljóslega á að það er verið að vinna í okkur, það er ekki okkar eigin verk. Skulum biðja saman. Faðir, ég bið að fyrirgefa okkur þessa yfirborð, þetta áhugaleysi sem við höfum sýnt, fyrirgefa okkur. Drottinn, ef það er einhver hérna inni sem er ekki þinn, Drottinn, fyrirgefu þjóð okkar. Bara sem við sjáum í þessari skoðanakönnun, en það er svo að afneita þér út af því að við veit ekki í öld þar sem við höfum endalaust af upplýsingum. Og svo fáir hafa hugmynd hver þú ert eða hvað þú stóðst fyrir. Hvað er að gerast? Hjálpaðu okkar kirkju að vera ljós, hjálpaðu okkar kirkju að vera embætti þitt hér á jörð, hjálpaðu okkur að sýna að við lifum fyrir annan konung, fyrir annan ríki. Hjálpa okkur að hefja upp nafnið þitt, hjálpa okkur að lifa, ekki fyrir okkur eigin dýrð eða svo við getum komist upp á píramídan, Drottinn, heldur svo að þú verður dýrlegur og hátt upp hafinn því að þú átt skilið alla lofgjörð og alla dýrð.
Ég bið Drottinn að fagnaðarendi megi umbreyta hjört okkar, hug okkar og orðum okkar. Fyrirgeðu okkur, Drottinn, fyrir að við sem kristin hér inni hefum ekki gefið upp strax það sem þú ert að benda á í hjörtum okkar. Umbreyta okkur. Geðu okkur styrk líka, bara gangi gennum þar aðstæður sem þú hefur fyrir okkur. Megum við gera þig dýrlegan, Faðir. Ég játa það, við höfum öll fallið, Drottinn, og ég þakka þér fyrir það að þú hefur dregið okkur til þín. Að þú hefur umbreytt hug okkar og ég bið, Drottinn, að þú verður augljóst hvað líf okkar snýst Drottinn, megi líf okkar ekki snúast okkar áhugamála, hvað sem þetta ríki eða jörðin, hvað sem aðrir eru að lifa fyrir, Drottinn, megi það vera augljóst að við lifum fyrir þig. Drottinn, ég bið að vinnir á okkur. Ég bið að fyrirgefur okkur. Og ég bið, Drottinn, að ná þín og miskunn þín megi keyra okkur yfir í að elska þig. Elska þig betur þegar við sjáum hvernig þú hefur verið umbyrðarlyndur þrátt fyrir áhugaleysi okkar. Þrátt fyrir það að við erum búin að hunsa þig í mörg ár. Þrátt fyrir það að við erum búin að hunsa þetta litla atriði sem þú ert að benda á í lífum okkar. Megi ná þín og miskunn þín keyra okkur yfir í að elska þig betur. Þegar við syngjum hérna eftir, megum við syngja með innlifum, megum við syngja frá þeim raunveruleika að þú hefur hort fram hjá synd okkar, þú hefur fyrirgefið synd okkar. Meira en það, þú hefur ekki bara sýnt okkur miskunn, þú hefur ekki bara sýnt okkur það að þú viðhaldið frá okkur reiðið þinni, þú hefur gert meira en það, þú hefur tekið skref að okkur og gefið okkur gjöf. Þegar við áttum reiðiskilið, þegar við áttum dómskilið, þá komst þú og gafst sjálfan þig, gafst þig allan. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert bjarg okkar, þú ert von okkar, saman hvernig aðstæður breytast og fólk breytist, þá mynd þú ekki breytast. Megum við elska þig betur þessa viku, megum við gera þig dýrlegan þessa viku þegar konurnar hittast og kallarnir hittast, megum við byggja hvort annað upp, megum meðlimirnir standa sig í stikkinu við að íta hvort þau eru áfram til þess að gera þig dýrlegan, megum við vaksa sem kirkja í meðlimum okkar, megum við vaksa í þekkinguna á þér, megum fólk dragast að sem hefur ekki heyrt fagnaðarerindið, sem búin að reyna að hunsa fagnaðarerindið í langan tíma. Drottinn, megum við standa okkur í stikkinu að predika þig, krossfestan. Þú ert magnaður, þú ert alltaf lofgjörð og alltaf dýrskilið, með það krossfesta, með við taka upp kross okkar að lifa fyrir þig því að þú átt að skilið. Því að þín ást, hún kallar á meira en tímabundna endurgreiðslu, Drottinn, við getum ekki endurgreitt. Hún kallar á líf okkar og sál okkar. Drottinn, megum við ekki bara játa þig sem Drottinn með vörum okkar, megum við lifa þig, lifa lífið sem raunverulega hefur þig sem Drottinn. Drottinn, megi orð okkar lofa þig, megi gjörðir okkar lofa þig, megum við elska þig vel, megum við umbreytast. Í Jesú nafni.